þetta á sér engin fordæmi að næstu hver einasti kosningabær maður víti á og telji forsætisráðherra þjóðarinnar vera pólitískan, vera óhægilega og það vandamál þjóðarinnar. Vigdís, þessi könnun sem Björn Valur að vitna til, hún kom nú ekki beinlínis vel út reyndar fyrir stjórnmálamenn almennt, en að það alveg rétt að forsætisráðherra kom ekki vel út þar og ekki heldur fjármálaráðherra. Fjármálaráðherra þetta brást frekar reiður við. Já, ég átta mig ekki alveg á því hvernig spurningar eru orðnar lagðar í þessum skoðanakönnunum og akkurat nákvæmlega þetta vera að spurjum finnst þér þess og hinn óheiðarlegur eða hvað. Áður fyrr gekk þetta nú bara út á það að mæla fylgi flokka og mæla styrk ráðherra. En málflutningur Björns Vals hér náttúrulega sýnir það enn og aftur að vinstri flokkarnir eru ekki enn búin að jafna sig á því að hafa tapað síðustu alþingiskosningum. Og orrahríðin og árásinnar á forsætisráðherra í þinginu, þær eru engu líkar og það þessum flokkum mjög til vansa hvernig sem sagt framkoman og orðanotkunin í þinginu búin að vera til dæmis eins og við vetur og því miður hafa þeir aðilar sem að fara fyrir nýju flokkum í þinginu núna bara verið býsna fljóta að læra og hafa fallið onni þetta far sem að Vinstri grænir og Samfylkingin eru að skapa fordæmi fyrir og þar ég að tala sjálfsögðum Bjarta framtíð og Pírata. En Píratar njóta gífurlegst stuðnings í skoðanakönnunum, svo aftur sér nú tala við erum að tala kannanir og þeir eru uppleiðið nánast allir aðrir í vondum málum. Já, og ef það eitthvað mark þessar kannanir, ég hef alltaf sagt að þær kannanir sem ég tek mark á það eru kosningarnar, því þar fólk að tjá sína skoðun með atkvæði sínu. En þetta ekkert nýtt í íslenskri stjórnmálasögu að sjá nýjan flokk skjótast upp á stjörnuhiminin í skoðanakönnunum. Einu sinni var það Björt framtíð, einu sinni var það Vinstri grænir, einu sinni var það Þjóðvaki, einu sinni var það borgarhreyfingin. Þannig þetta bara einhvers konar trend hjá þjóðinni sem birtist í skoðanakönnunum að þessu dagi. Snúum okkur að öðru, við skulum ekki alltaf tala bara kannanir, það margt annað að ræða. Það mjög gaman að tala þessu könnunum. Mér finnst mjög sérstakt að talsmaður Framsóknarflokksins telji spurningan að ég ekki spyrja þessu, skilur. Nei, ég var nú bara að mætti nú kannski taka upp svona smá jákvæða umræði í samfélaginu því niður í blokkheimum. Það nú í fyrsta lagi kjósendur sem að fara þarna. Ég held fyrir Framsóknarflokkinn sem slíkan, þá hlýtur það að vera forgangsverkefni því að maður með 5% traust, það bara 5% sem telja vera heiðarlegan, það hlýtur að vera forgangsverkefni Framsóknarflokksins þessi 2 ár sem eftir eru að finna sér nýjan formann. Þessi maður getur aldrei risið aftur. Málflutningur þetta að finna sér nýjan formann. Ég held að sumir stjórnmálamann ættu nú að líta í eigin barm að þessu leyti. Til dæmis þeir sem ekki hlutu kosningu í síðustu alþingiskosningum sem situr hér mér á hægri hönd. Með 50% stuðning, já.